Lítið íslenskt leikjafyrirtæki sem stóð frammi fyrir gjaldþroti í fyrra hefur tryggt sér erlenda fjármögnun upp á tæpan hálfan milljarð króna. Lítið íslenskt tölvuleikjafyrirtæki hefur tryggt sér erlenda fjármögnun upp á tæpan hálfan milljarð króna til að þróa leiki fyrir snjallsíma. Fyrir ári gaf fyrirtækið Plain Vanilla og tölvuleikin Mookies fyrir börn. Vel gekk að selja leikin í fyrstu en fljótlega dró úr sölunni. Allur peningur í bankanum var búinn og meira það var bara stóri yfirdráttur á okkur. Og við stóðum eiginlega í þeim sporum að þurfa að ákveða hvort við ætlum að halda áfram með fyrirtækið á annað borð eða prófa bara eitthvað alveg nýtt. Ný hugmynd kviknaði að búa til spurningaleik fyrir farsíma. Þorsteinn og félagar leituðu fjármagns hér á landi án árangurs. Uppgjöf kom ekki til greina og ákveðu þeir að halda til Bandaríkjanna til Mekka tölvu iðnaðarins San Francisco. Og við þróuðum þessa tækni okkar sem heitir QuizUp og þessi rauntíma spurningaleikur fyrir farsíma. Og við gáum út nokkra leiki, þeir gengu ótrúlega vel. Við fórum í samstarfi við ýmis stúdíó í Hollywood eins og til dæmis Lionsgate sem gerir Twilight bíómyndirnar. Í kjálfarið kviknaði enn önnur hugmynd að hanna samfélagsvef þar sem fólk allstaðar að úr heiminum tengist í gegnum áhugamál sín og þá þurfti enn meira fjármagn. Og fórum og hittum alla þessa sjóða út í Bandaríkjunum og það gekk líka svona vel að þeim bara leist greinilega mjög vel á þessa pælingar okkar og þess vegna vorum við núna í gær að klára okkar seinni hlutafjárveitingu sem mun hjálpa okkur að láta þessa sýn okkar verða veruleika. Samtals hefur fyrirtækið tryggt sér hátt í hálfan milljarð króna.